hlusta á sportþáttinn mánudagskvöld á Suðurlandi FM. Mikið rétt, sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi. Þá komið að næsta viðmælenda kvöldsins og það er hann Sverrir Jakobsson, þjálfari Akureyrar í Ólisteild karla í handbolta. Heill og sæll. Sæll og sæll. Hvernig hafa norðamenn það? Við erum bara fínt. Það ekki, það er byrjað að pakka niður eða ekki fyrir, Suðurlandsferð núna næstu helgi á Selfoss. Er ekki Selfoss landsbyggðarlið? Jú, við förum að huga að því bara. Já, einmitt. Svolítið skemmt, maður slettir nú alltaf með þessi landsbyggðarlið því að manni finnst sérstætt eins og Selfoss í landsbyggðarlið, það er hálftíma fyrir utan Reykjavík. Já, þetta er hérna aðeins lengra ferðalag fyrir okkur samt. Já, nákvæmlega. En venjulega, Talandi ferðalög, veistu hvað þið eruð að ferðast marga kílómetra alltaf á hverju leiktíð? Hefur ykkur tíma tekið það saman? Nei, ég hef nú ekki tekið það saman. Nei. En við þetta er bara svona að verða bara vani og fylgir því að vera á liði og talandi, en við vissum svo sem að þessi alltaf. Já, við byrjar á sig, en við fengum þess allan að breytta þetta tímabila, við erum að spila næsta leikina helgi, sko, á laugardegi eða sunnudegi, en það munar miklu það fyrir okkur, sko, í staðinn fyrir að fara hérna á fimmtudegi og koma seint heim og ég vinnur það eftir hérna á haustdeginu og svona, þannig að það er svona, við finnum svolítið mun á þessu, þetta er betra svona. Já, vera að mæta aðeins ferskar í vinnuna daginn eftir. Já, við förum ekki eins og í vinnuna þá. Nei, það segir þú. En, já. Þetta er frí helgar. Já, nákvæmlega. En, talandi Ólisteildina, tímabili hefur svo sem ekkert byrjað með glansi á ykkur endar, þið eru neðstir, en það eru búin að heldur betur tæpir leikirnir. Já, svona, jú. Það er við svona spilamennskan oft og tíðan, vera bara nokkuð góð en á meðan stíðin kom ekki inn, þá erum við sjálfs ekki sáttir og það er erfitt að vera í svona mótvind, sérstaklega í byrjun og við erum eftir að brjóta í sinn og erum bara að vinna í því dag fyrir dag og leik fyrir leik og það hlýtur nú að styttast í hann. Hópurinn ykkar, hann er, varði það ekki fyrir smá hremmingu svona í byrjun tímabils, þið hafið mist út leikmenn í meiðsli? Jú, það er eins og sem við aldrei búin að vera með allt liðið okkar, sko, hvorki til æfinga né í þessum leikjum og mistu núna síðast Tómas úr markinu og svo hvað er það á næst vestar sem getur gert, við erum búin að missa markmenn, það er eiginlega að missa það var markmenn, hann datt út í gær eftir þetta og það getur vel verið að segja langt í hann mittist í leik með öðrum flokki, þannig að þetta er að vera svolítið erfitt en þetta er bara þeim meiri áskorun fyrir okkur og við þurfum bara að vinna í lausnum. Þið eru líka með ungmennalið í fyrstu deildinni. Það er það ekki hjálpa til bara upp á að halda mönnum á tánum í handbolta? Jú, við erum svona, þetta er sko á að vera svona svolítið brú fyrir unga leikmenn að koma upp í meistaraflokkin og svo líka kannski fyrir þá sem eru í ákveðni hjá okkur og fá kannski ekki svona í venjulega leik kannski ekki voðalega marga mínútur eða svona heilt yfir en geta haldið þá við með ungmennaliðinu og það eru tveimist 2 leikmenn hjá okkur núna sem spiluðu með 4 sem fóru og spiluðu 2 leiki með ungmennaliðinu núna helgina og fengu mjög góðar mínútur þar og það er bara þetta er bara, ég minnist mjög vel á þessa brú, við erum annað flokkin og ungmennalið og svo mestarflokkin, þannig að það er svona verkefni fyrir alla þannig að þetta fer bara vel að stað en stærsta vandamáli er núna ná í stígin. Það er vonandi, vonandi reyndar þið takið ekki endilega á Selfossi, svona, þegar maður segir beint úr, maður þorir ekki annað. Það er vínor. En, þá að öðru, svona, er eitthvað sem er búið að koma á óvart svona í byrjun tímabils eftir fyrstu 4 umferðina í Ólisteildinni? Já, svona, en svona, mörg kannski, svona, liða koma kannski frekar óvart heldur en hitt og svo kann bæði jákvætt og neikvætt og búið að vera kannski frekar jafnar enn í áttu vona. Þú veist, það er kannski, eins og horfum að veikana og svona og þeir náttúrulega alveg eftir að finna sér refma og munum nú gera það en svo kannski mér virkilega gaman að sjá eins og Selfosslið en það kom inn í móti og stjörnuna nýlega bæði liðin þar og svona hitt og þetta og svo kannski við
við erum eftir að vakna líka, það kannski svona það sem ég hefur svona mestan huga við núna. Já, rísarnir á norðan eða eftir að vakna. Ég mikið var á aðra, ég vil að fara fyrir allir tíminn í okkur. Já, segðu, nákvæmlega. En hvernig svona stemningin samt búin að vera fyrir norðan og leikjum tíma, er búið að vera vel mætt á leiki? Já, það var búið að vera fínt og við fengið gott lagland þar en þannig við höfum svo sem ekki við því að kvarta en fólk vil koma og sjálfsögðu sjá liðið kannski spila aðeins betur eða þá ná hagstæðari úrslitum og eins og við segjum, við erum að vinna í því en við getum ekkert kvarta undan því hvernig aðsóknir á leiki og annað en við ætlum alltaf að búa til einhverja greiði þessu KM-ili og þess að vinna leikina og eins og við komum enn áttur því að við erum bara að vinna í því dag fyrir dag og að reyna að finna rétta rytmann í liðið. Nákvæmlega. Og vonandi bara líka menn fara svona þetta inn en þeim þá lítur ekki nógu vel út með það. Ja. Og já, þú og Ingimundur þið eru þarna á hlíðalínu, er ekki svolítið erfitt að stökkva ekki alltaf inn á bara? Já, það var stundum erfitt í fyrra, en núna er sem bara komin yfir það og sá kaptul er eiginlega búin. Maður gæti eiginlega ég hafði tekið kannski einn og einn leik með ungmennaliðinu. Það var nú svolítið gaman. Já, í fyrstu deildinni. Nei. Ég reynir bara að reyða mig á annan máta og ég orkunni að hugsa í lausnum fyrir liðið frekar. Þannig að þið eru orðnir svona, byrjaðir að geta klætt ykkur bara í jakkafutinni þegar ekki á hliðalínunni? Nánast. En sko Diddi vonandi fer bráðum að detta inn og allan til að byrja að æfa og sjá svona hvernig hann kemur þar út og hann verður vonandi ekki mjög lengi í viðbót á bekknum. Þannig að við sjáum bara, það er fullt af spurningamerkjum. Já, nákvæmlega. Það er nú ákveðin spurningamerki líka bara með þessa deild með hvernig hún fer að stað. Það er ekkert hægt að segja núna eiginlega fyrirfram hvað lið ætla að vera í toppbaráttunni eða er það vitamál svona fyrir tímabil? Nei, eins og segi, ég held þetta kannski aðeins meiri svona kannski skipting sko. En og þá önnulið kannski í toppbaráttu en það er svona sem bara 4 mönnum fyrir eftir og það er nú margt breyst, við erum svona að taka bara stöðunum jólinn og sjá hvort staðan er eðlilega á deildinni þá eða ekki. Við séum að við vorum í sama sætinu fyrir ára síðan og við náðum sem betur vera að ríða okkur þá upp og komum og hættu rólu upp öfluna og svo var önnulið sem byrjuði vel og svona fór að hættu að róla niður hann og skilur hann. Þetta er svona, þetta getur gert rætt og fjóra fyrir segja nú ekki alla söguna. Nei, nákvæmlega. Það er nú öðruvísi veðráttan þarna fyrir norðan, er ekki bara ennþá, sumar hjá okkur eða er komið veturinn? Sólinn var að setjast og ég bara á pallinum. Já, nákvæmlega. Þetta er ekki að spyrja þig. Sverrir Jakobsson, bestu þakki fyrir að gefa okkur tíma og gangi ykkur vel næstu helgi á laugardaginn. Það er leikur í Vallaskóla klukkan 3. Yes. Þannig að það er að gera fjölmenn á þann leik. Að gera. Bestu þakkir. Takk fyrir. Bye. Já, þessi leikur á neðsta umferð í Ólisteild karla er einmitt núna bara í vikunni á miðvikudaginn klukkan 7:30 er afturhelding FH og svo er það IBF Stjarnan á fimmtudaginn klukkan 7:30 Haukar Fram eigast við í Schenkerhöllinni klukkan 7:30 á fimmtudaginn. Svo laugardaginn eru 2 leikir, einn á Selfoss Akureyri klukkan 3, svo er það Grótta Valur klukkan 4 á laugardaginn. Nú það er billi. Staðan er þannig að Grótta er á toppnum eftir fyrstu 4 fyrir með 7 stig, afturheldingu Stjarnan í 2. og 3. með 6 stig, FH og IBVF í 4. og 5. með 5 stig, Selfoss í 7. sæti með 4 stig, Fram í 7. með 3 stig, Valur og Haukar í 8. og 9. sæti með 2 stig og Akureyri neðst með 10 stig. Það verður meirum handbolta klukkan 9:30 kvöld, þá ætlar hann Kári Garðarsson að vera á línunni en næsti viðmælandi minn er fyrirlið Gróttu í annar deild karla í knattspyrnu, hann Guðmundur Marteinn Hannesson. Farið ekki langt. Allt sem tengist íþróttum. Sportþátturinn mánudagskvöld á Suðurland FM.